En ég ætla að byrja á því að þakka ykkur öllum bara fyrir að koma. Við ætlum að renna hér yfir svona helstu atriði uppgjörsins hjá okkur fyrstu 6 mánuði rekstrarársins sem frá 1. mars og til loka ágúst. Og við sendum frá okkur fréttatilkynningu í gær og þar kemur fram að hagnaður þessa tímabils var 1986 milljónir króna eða 5,2% af veltu félagsins. Nú vörusalan var 38.390 milljónir króna, framleiðin 24,3%, hagnaður fyrir afskriftir fjármagnslið og skatta eða EBITan hjá okkur, hún var 2.868 milljónir. Heildareignir í lok tímabilsins 27.974 milljónir króna, handbært fé í lok tímabils 2.478 milljónir, eigið fé 14.758 milljónir og eigin fjárhlutfallið 52,8%. Nú ef við rennum aðeins yfir rekstrarreikninginn að þá eins og áður sagði að þá var vörusalan hjá okkur 38.390 milljónir króna. Þetta örlítil aukning frá fyrra ári fyrir sama tímabil eða 0,1%. Framleiðin hjá okkur 9.332 milljónir. Örlítil aukning frá síðasta ári. Við erum með aðrar tekjur upp á 87 milljónir. Launin 3.364 milljónir. Þar hækkun upp á 4,7% á milli ára. Annar rekstrarkostnaður 3.187 milljónir og þar 4% hækkun á milli ára fyrir sambærileg tímabil. Þannig að kostnaður eða rekstrarkostnaður okkar í heild að aukast þarna 4,3% á milli ára. EBITan eins og áður sagði fyrir þetta tímabil 2.868 milljónir, afskriftir 333 milljónir. Við erum með hrein fjármagnsgjöld upp á 53 milljónir, hagnað fyrir skatta upp á 2.482 milljónir og hagnað eftir skatta upp á 1986 milljónir króna. Nú það blasir við líka í rauninni að fyrri hluti þessa tímabils að hann var erfiðari fyrir okkur heldur en sá seinni og við upplýstum það í okkar tilkynningu eftir fyrstu 3 mánuðina að verkföllin og sá órói sem var á vinnumarkaði að hann hafði áhrif á það tímabil. Við vorum kjötlausir og vörulausir í verslunum á þeim tíma auk þess sem var kostnaðarhækkun kannski umfram það sem við höfum gert ráð fyrir á þeim tíma. Júlí og ágúst hins vegar voru ágætir mánuðir. Það var búið að leysa úr verkföllum og fyrsta útborgun eftir verkfall var 1. júlí. Þannig að svona landið fór að rísa á seinni hluta þessa tímabil sem við erum að kynna í dag. Nú rétt til þess að taka saman þessar helstu tölur. Við erum að horfa á litla veltuaukningu eða bara 0,1%. Vísitala neysluvers og þá erum við að tala meðaltalsbreytingu á verðlagi milli þessara tímabila, þessara 2 ára. Að hún að hækka 1,71% á þessu sama tímabili. Ef við tökum húsnæðisliðinn frá að þá hækkunin 0,23%. Það sem kom okkur kannski á óvart þegar við fórum yfir uppgjöru og vorum að bera saman þessar tölur að meðaltalsvogin í gengi hjá okkur eða innkaupa vísitalan, að hún eingöngu að krónan eingöngu að styrkjast 0,1%. Þrátt fyrir mikla styrkingu á evru að þá dollar og pund að vega það upp, þannig að við erum nánast á sama stað í þessum gjaldmiðla kaupum. Ég tel líka rétt að bara minna okkur á það að vörugjöldin voru afnumin síðustu áramót og þau voru á síðasta almanaksári 1,7% af okkar kostnaðarverði. Þannig að svona í heildarveltu félagsins að þá kemur það beint fram í svona 1,3% af veltu sem var á síðasta almanaksári
sem farin út, sem voru bara vörugjöld sem fóru inn og út. Efnahagsreikningurinn hjá okkur í lok tímabilsins að við erum með fasta fjármuni upp á 15.514 milljónir króna, veltu fjármuni upp á 12.460, þannig að við erum með eignir upp á 27.974 milljónir króna. Eigið fé, eins og áður sagði, 14.758 milljónir. Við erum með vaxtabyrjandi skuldir upp á rétt rúma 5 milljarða og heildarskuldir upp á 13.216 milljónir króna. Sjóðstreymið, við erum með handbært fé frá rekstri á fyrri hluta ársins upp á 2.815 milljónir. Við erum með fjárfestingarhreyfingar upp á 1.319 milljónir, fjármögnunarhreyfingar upp á 2.366 milljónir, þannig að við erum með lækkun á handbæru fé á tímabilinu upp á 870 milljónir. En í upphafi tímabilsins, upphafi rekstrarársins, vorum við með 3.348 milljónir í handbæru fé, en í lok tímabilsins 2.478 milljónir. Rétt til að fara aðeins betur yfir þetta, þá eins og áður segir þarna, við erum með handbært fé upp á 3,3 milljarða rúma, handbært fé frá rekstri á tímabilinu upp á 2.815 milljónir. Fjárfestingarhreyfingarnar eru 1.319 milljónir og þar af eru 722 milljónir sem eru fasteignakaup á þessu tímabili, og af fjármögnunarhreyfingunum sem eru 2,3 milljarðar rúmir, þá erum við með 1.922 milljónir sem við greiddum í arð á fyrri hluta ársins. Þannig í lok árs erum við með handbært fé upp á 2.478 milljónir. Og það er mjög lítil breyting á eiginfjárstöðu félagsins á milli þessara tveggja tímapunkta. Í upphafi erum við með 14.764 milljónir. Við greiddum arðinn upp á 1.992 milljónir og hagnaðurinn á tímabilinu 1.986 milljónir, þannig að við erum í lok tímabilsins með 14.758 milljónir sem getur alla verið nær upphafsstöðunni. Lítil breyting sem sagt á eiginfjárstöðunni og eiginfjárhlutfallinu, 14 milljarðar eða tæpir 15 milljarðar og rúmlega 50% hlutfall. Arðsemi eiginfjár, hún hefur aðeins farið niður en enga síður mjög góð ennþá á rúllandi 12 mánaða tímabili. Til loka ágúst þá erum við með 25,3% arðsemi á eiginfé. Og þetta svona einn af þeim þáttum sem við horfum til í þeirri stefnu sem var mótuð, arðgreiðslustefnunni sem við mótuðum og kynntum fyrir síðasta aðalfund. Rétt hérna mynd bara fyrir söluna og EBIT-una, söluaukningin lítil. Við erum hins vegar með magnaukningu í flestum vöruflokkum. Við erum með fleiri kúnna í Hagkaup og Bónus. Hins vegar eru ákveðin verðhjöðnun, bæði eins og ég sagði vörugjöldin og síðan hérna lítil verðbólga. Þannig að við erum með litla veltuaukningu. EBITDA-hlutfallið fer úr 7,9% í 7,5% og lítil aukning í sölu krónulega. Skuldsetningin, við sögðum það fyrir síðasta aðalfund að við erum ekki að borga umfram lánasamninga það sem af ári. Lægri sjóðstaða gerir það að verkum að við erum með meiri nettóvaxtabærandi skuldir og sem eru þá rúmir 2 milljarðar eða 0,39% af EBIT félagsins. Þannig að við erum lítið skuldsett og einhverjir hér inni líklega sem vilja að við skuldum meira.
Framleiðin hjá okkur, hún hefur verið stöðug og ég myndi segja að það hefur tekist að verja framleiðina á þessu tímabili þrátt fyrir mikla ólgu, bæði á vinnumarkaði og ekki síður kostnaðaraukning sem að því fylgdi, bæði í þjónustu og vörum. Og síðan gengisflökt á miðlum, þó að það í heildina hafi ekki skilað mikilli breytingu á milli tímabila, en við erum með þarna 24,3% framlegð, sem þá 0,1% hærri heldur en á sama tímabili í fyrra. En hún hefur verið stöðug undanfarin ár. Kostnaðarhlutföllin fóru upp og það eitthvað sem við ætluðum okkur ekki að myndi gerast á þessum tíma. Hins vegar voru kjarasamningar þess eðlis að það veruleg hækkun á launakostnaði. Við erum að fara í launahlutfalli úr 8,4% á síðasta ári í 8,8%. Annar kostnaður í 8,3% hlutfall úr 8%, en það var mjög mikið og mjög brattar hækkanir, myndi ég segja, á þjónustu eftir að kjarasamningar voru gerðir. Og þar voru menn bæði rétt áður en að samningu lauk og ekki síður bara leið og þeim lauk að þá komu hækkanatilkynningar og þær voru nokkuð brattar í mörgum tilvikum. En við erum í þarna 17,1% hlutfalli sem það sama hlutfall og við vorum í 2010 og 2012, en vorum í 16,4% í fyrra þannig að við erum að fara þarna upp 0,7% sem er nokkuð bratt. Ef ég fer aðeins yfir þessar fjárfestingar sem við höfum verið í á þessu tímabili, að við erum okkar stærsta verkefni undanfarna mánuði hefur verið byggingin á vöruhúsun okkar við Korgarða, sem nýtt vöruhús fyrir banana. Það kom fram þegar við kynntum þetta verkefni að þessi fjárfesting væri 1.500 milljónir, bæði fasteign og rekstrartæki og áhald. Þessu verkefni lýkur núna áramótin, þannig að við gerum ráð fyrir að flytja banana strax í byrjun næsta árs. Og það verður mikil breyting fyrir starfsemi banana að geta flutt í þetta nýja hús. En þessi framkvæmd hún á áætlun bæði tímalega og kostnaðarlega. Við fjárfestum í þeirri hæð sem að Bónus opnaði á í Skipholti, þannig að við eigum þá fasteign og opnum við þá búð núna í ágúst. Þessi verslun hefur farið mjög vel á stað og alveg ljóst að viðskiptavinir að taka þessari verslun mjög vel. Hún aðeins minni heldur en að þær verslanir sem við höfum verið að opna hérna á höfuðborgarsvæðinu undanfarið. Var farið í endurskoðun á vöruvali sem markvissara og þær breytingar sem voru gerðar í undirbúningi af þessari verslun að þær virðast mælast mjög vel fyrir. Á sama hátt að þá fjárfestum við í fasteign við Túngötu í Keflavík. Þetta það sem kalla gamla félagsbíó. Þetta líka lítil verslun sem í hinum enda bæjarins frá því sem við erum út á Fitjum. Hún opnaði núna í október og að fara líka mjög vel á stað. Þessi verslun á sama hátt eins og Skipholtsbúðin með markvissara vöruvali og minni í fermetrum, en hún hefur farið mjög vel á stað. Rétt til þess að fara yfir svona þá hluti sem við höfum kannski verið að ræða, það þessi samningar við Smáralind, að við orðum það þannig að það sést til lands, það ekki búið að skrifa undir, en við teljum okkur vera komin á þann stað að báðir aðilar horfið til þess að við klárum þessa samninga núna í þessum eða næsta mánuði. Við gerum þá ráð fyrir að þessari verslun verði breytt seinni hluta næsta árs og erum þar með að uppfæra verslun sem orðin 14 ára gömul og það mikill munur á þessari verslun í Smáralind annars vegar og til dæmis Garðabæ sem svona nýrri útgáfan á þeim búðum sem við erum með fyrir Hagkaup.
og það okkar trú að þessi breyting komi til með að gjörbreyta stöðu Hagkaups í Smáralind, þar sem samningurinn, sérstaklega húsnæðissamningurinn, hefur verið íþyngjandi fyrir okkur í nokkur langan tíma. Nú síðan erum við með 2 samninga sem að klárast. Við erum með annars vegar 2800 fermetra outlet upp í Korputorgi. Þeim leigusamningi lýkur mitt næsta ár og þar munum við slökkva ljósin með pomp og prakt og halda mikið upp á það. Og síðan annar lítill samningur vestur í bæ á Austurströnd sem lýkur núna áramótin, en báðir þessi samningar að þeir eru rúmar 100 milljónir króna í okkar bókum á síðasta ári. Nú, við erum að opna verslun í Vestmannaeyjum og það hefur dregist. Það stóð til að hún opnaði í sumar, en það eru ýmsar ástæður fyrir því að það hefur dregist það verkefni, en við erum bjartsýn á að þetta klárist og við opnum núna fyrir jólin þessa verslun. Nú, stjórnvöld hafa boðað að tollar á fatnaði verði felldir niður og þar snýst málið í raun það að tollur á fatnaði sem framleiddur utan Evrópu, hann fær 15% toll inn í Evrópu. Þegar þessi sami fatnaður kemur til Íslands þá fær hann aftur toll og það þessi tvöfaldi tollur sem fellur niður. Og okkar mat á milli 70–80% af fatnaði sem seldur hér á landi að hann sé framleiddur utan Evrópu eða Evrópusambandsins. Þannig að menn geta þá reiknað það út að 70–80% af 15% tolli mun falla niður. Þannig að verð á fatnaði ætti að lækka 10–12%. Við höfum hins vegar talað fyrir því að fatnaður verði færður í neðra þrep, því við teljum í rauninni að sú þróun sem hefur verið undanfarin misseri og undanfarin ár, þar sem í rauninni við erum komin í þá stöðu að önnur hver flík á Íslandi keypt erlendis, þar sem að ríkissjóður fær í rauninni engar tekjur. Og til þess að flytja þessa verslun tilbaka til landsins þá þurfi meira heldur en bara þennan tvöfalda toll að hann falli niður. Auðvitað munum við aldrei flytja alla þessa verslun tilbaka, en hins vegar þá held ég að til þess að við náum einhverju alvöru viðspyrnu og náum að vera samkeppnishæf við okkar nágrannalönd, þá þurfum við neðra þrepið líka. Nú, við opnuðum fyrir síðustu áramót í nóvember F&F-verslun í Kringlunni, sem vörumerki sem í eigu Tesco. Hagkaup gat þar með boðið nýjan valkost í fatnaði á mun lægra verði heldur en áður. Mun meiri hagkvæmni í bæði innkaupum og vöruflæði. Við vorum bara núna í þessum mánuði að klára þær litlu verslanir sem eru á landsbyggðinni, Selfoss, Njarðvík og Borgarnes. Þar með þessu verkefni lokið frá talið verslunin í Smáralind, en henni verður ekki breytt fyrir að samningar takast og við munum endurnýja þá verslun. En það má segja að það verkefni hefur gengið mjög vel og við erum að ná bæði til yngra fólks og erum komin í þá stöðu að vera með ódýran valkost í tískufatnaði og bara almennum fatnaði, og Hagkaup komið aftur á þann stað sem það var, má segja, fyrir 15–20 árum, svona áður en að Smáralindin opnaði. En þetta var nú það helsta sem ég ætlaði að fara yfir, en það sjálfsagt ef þið eru með einhverjar spurningar að ég svari þeim.